Öldin hennar, 1863. Vilhelmína Lever var fædd 1. mars 1802 á Akureyri. Hún var dóttir Hans Vilhelms Lever kaupmanns sem kenndi Akureyringum kartöflurækt og fyrri konu hans Þuríðar Sigfúsdóttur. 1834 keypti frú Vilhelmína lóð á Akureyri, byggði þar lítið hús og hóf þar verslun 1835. Já, það var nú þannig að ég gat engan veginn sætt mig við hjónabandi með honum, Þórði blessuðum. Við áttum bara enga samleið. Síðan eignaðist ég Hans Vilhelm Lever yngri með Mats Kristjansen 1833. En ég ól hann upp ein og það gekk ágætlega. Ég með veitingarekstur hér á Eyrinni og hef bara hagnast vel á því og því ágætlega stöndug. Og ég tel það skyldu mína að veita fátaklingum og þurftugum hjálparhönd. Já, mér finnst ýmsu ábótavant hér á Akureyri og ég vil hafa áhrif á það hvernig bærinn dafnar og sérstaklega eftir að Akureyri hlaut kaupstaðarréttindi í fyrra. Sem verslunareigandi finnst mér mikilvægt að hafa áhrif á bæjarstjórnarmál. Það er til dæmis mjög brýnt að koma skólpinu í annan farveg en verið hefur. Árið 1863 hafðu konur ekki kosningarétt á Íslandi, en frú Vilhelmína var ákveðin í því að kjósa. Samkvæmt kosningareglugerðinni bæjarstjórnarkosningar hafa allir fullmynduðir menn kosningarétt. Það er að segja, allir þeir sem ekki eru hjú og hafa haft búsetu hér síðasta árið og borgað að minnstakosti 2 ríkisdali í bæjargjöld. Ég uppfylli öll þessi skilyrði og því skyldi ég ekki hafa rétt til að kjósa. Hins vegar veit ég alveg að samkvæmt danska textanum sem var hafður til hliðsjónar þegar reglugerðin var gerð var notað orðið fullmyndige menn, en í dönsku þýðir orðið menn, karlmenn, en ekki menn. Það voru mistök í þýðingu, sem var gott fyrir mig, því að mín rök voru að konur eru líka menn. Þannig að þeir gátu ekki annað en fallist á það að ég hefði rétt til að kjósa. Finnsen, Thoresen, Jónesen, Möller, Halldórsson. Og þar með hafði fyrsta konan kosið á Íslandi.